Arna Sif Ásgrímsdóttir, félagi Þór Káa. Langur og strangur vetur að baki, skrítinn vetur, COVID. Undirbúningstímabilið mjög undarlegt. En nú þetta að smella á, boltinn er verið rúla. Hvernig er stemmingin? Stemmingin er mjög góð. Eins og segir, eitthvað lengsta undirbúningstímabil bara sem að sögur fara af held ég. Þannig að það eru allir mjög spenntir að fara að byrja. Arna, það er rosalega mikla breytingar á hópnum. Við erum að missa stóra pósta, sterka pósta. En eins og þú sagðir í stuttir ræði hérna í leikmannakynningu, það kemur alltaf maður í manns stað. Okkur er ekki spá sérstaklega góðu gengi en menn er ekkert að velta sér upp úr því núna. Nei, þessi spá er nú bara upp á gaman held ég og það er svo sem ekkert skrít þegar þessi verið að spá okkur svona neðalega því að við erum búin að missa rosa stóra pósta eins og segir og ekki kannski vera búin að vera að styrkja okkur eitthvað marga leikmenn, við erum búin að fá góða styrkingu en nú í ár fá bara ungi leikmennsens þannig að eins og ég segi ekki skríti kannski að menn séu ekki eitthvað að pæla í okkur en við ætlum bara að sýna þeim að þessi spá er bara í gríni. Svo er við erum með ofsalega mikið á ungum og efnilegum steppum í blandi svona erfingslu meiri leikmenni svo þig og Heiður Ragnheiður og fleiri sem að gera hópið sterkar. Og svo erum við með alveg glænýtt þjálfarateymi, það er að segja Andri náttúrulega var svo sem í þjálfarateyminni í fyrra en Boginn að koma í sterkinn, lítur þetta ekki vel út? Jú, þetta gerir það. Ég myndi segja að þetta væri bara mjög góð blanda. Hópurinn, við erum með unga og efnilega og svo erum við með svona eldri leikmenn eins og mig og Láru og Heiðu og svo útlendinga sem eru bara búin að koma vel inn í þetta. Andra þekkjum við náttúrulega mjög vel, frábær þjálfari sem að verður gaman að sjá í þessu hlutverki og Boginn náttúrulega þekkjum við líka vel og erum bara mjög spennt að vinna með þeim tveim og náttúrulega Perri líka. Þannig að jú, í heildina er þetta bara mjög spennandi hópur. Stjarnan fyrst í mótinu hérna á heimavelli í fyrstu umferð, hvernig leggst það í ykkur? Mjög vel, þetta er svona pínu skrítið að fara inn í að því að maður veit ekki margt hin liðin að við náttúrulega tókum ekki allan Lengjubikarinn og slíkt, það var svona erfitt að fylgjast með þannig að við erum svolítið að renna blint í sjóinn en þær eru kannski svipaðri stöðu, eru búin að vera í ákveðnu uppbyggingu og eru með ungar og efnilegar og ég held að við megum búast bara við hörkuleik á laugardaginn. Það er alveg sama hvort það er lið sem er spáð á toppnum eins og Breiðablik og Valur og Selfoss. Það veit engin neitt andstæðingana? Nei, í raunin ekki, sem er bæði óþægilegt en á sama tíma kannski bara spennandi. Ég held, fyrirfram var kannski auðvelt að spá eins og þessum stóru liðum fyrir sunnan Val og Breiðablik efstu tveim sætunum, en við erum öll í sömu stöðu. Þetta er búin að vera skrýtnir tímar og við veitum ekkert hvernig þessi tímar fóru í hinliðin. Þannig að við getum bara að fókusera á okkur og reynda að ná því besta fram úr okkar liði. Það náttúrulega mönnum hætti svolítið til að leita bara í eitthvað sem er örugt. Menn brendu sáðu 2012 og 2017 og svo kom bara Þór Káa. Já, það er alveg rétt. Eins og ég sagði með spána, þetta er oft bara meira upp á gaman heldur en einhver fúlast alvara. Þannig að þetta verður held ég bara mjög spennandi sumar og ekki eitthvað víst að þetta skipti svona rosalega eins og þetta gerir fyrir. Ég held að þetta gæti alveg orðið jafnara. Þið mæti ekkert með neinu gríni, þetta er full alvara. Fúlast alvara og við erum alveg tilbúnar í slaginn. Allar sem mitt. Allar sem ég. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.